Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag er hann Björgvin Elísson, oft kallaður Bubbi. Hann hefur verið í þó nokkuð marga áratugi verið virkur í fjölbreyttum rekstri hér á Héraði, Egilsstöðum eða hvað þá bara á Austurlandi. Í dag rekur hann fyrirtækið Bara Snilld í Fellabæ, þar sem hann selur meðal annars rúm og vörur frá Svefn og heilsu, auk húsgagna og ýmissa heimilisvara. Hann hefur einnig starfað við merkingar undir nafninu Merkistofa AKS sem er í rauninni dag undir Bara Snilld, auk þess að hafa komið að rekstri speglagerðar sem tengist meðal annars framleiðslu fyrir brúnás innréttingar. Í gegnum árun hefur hann komið að fjölbreyttum rekstri, meðal annars Bónubúst, rekstri hárgreiðslustofu og þjónustu við bónusverslun á Egilsstöðum. Í þættunum er markmið okkar að heyra hvernig hann byrjaði rekstri, hvernig fyrirtæki hjá honum eða fyrirtækin hafa þróast í þessu samfélagi sem hann býr í, hvernig maður endar með alls konar verkefni í fanginu og hvernig lífið lítur út í dag hjá manni sem hefur verið lengi í rekstri á Héraði. Vertu velkomin Björgvin, eða Bubbi. Já, takk fyrir. Velkomin og yfirlega. Hvernig var eins og ég hef spurt mjög marga, hvernig var færðin? Færðin er góð núna. Já, svona fyrst í vori hjá okkur. Það liggur við. Eða eini í vori. Já, það er búið að vera dálítið góður vetrarkafli núna. Já, þetta er búið að vera mjög svo áhugavert eftir áramótin hjá okkur. Ég hélt að ætlaði ekki að vera neitt vetur og var bara á sumardekjunum allan veturinn. Nei, það? Já. Nú, þú ert kaldar en ég. Það er ok. En, já, kannski ekki alveg sumardekk. Það voru aldrei hjá naglan allavega. Já, þú meinar. Væntalega kom frá góðvin okkar Kristóf, eða ekki? Dekkin kom ekki frá Kristófin okkar? Ég er nú volið mikið að keyra á notuðum dekkjum einhverju. Já, það er rétt. Þú hefur nú góða reynslu þar. En Nei, ég var nú í samkeppnisaðili Kristóf. Já, alveg rétt. Við komum nú kannski betra því eftir. En ég er bara alltaf að segja aftur takk fyrir að koma. Ég veit að þú ert upptekinn maður og hefur mörg horn að líta. Já, takk fyrir. En til þess að byrja þetta, þá langar mig að spyrja þig, manst þú eftir fyrsta skiptinu sem fórst í rekstur sjálfur? Já. Hvaða verkefni var það? Það var hellusteypa. Var það hellusteypa? En varst í steypinu líka? Já. Hvað ertu ekki búin að gera? Og hvernig, þá er ég fórnum, hvernig kviknaði þessu hugmynd? Eða var það ekki sem datt bara upp í hendurna þar eða? Ég sem unglingur 16 ára sennilega fyrir að vinna hjá Svartabenna á Hallgeirstöðum og og var hjálpa honum að steypa hellur út á Hallgeirstöðum í Hlíð og svo kemur að því að hann vill losna við þetta og ég og Þórarinn Ásmundsson, frændi minn, við kaupum þessa hellusteypu af honum og fórum að reka hana sjálfur 1997 sannlega. Þú byrjar að vinna hana 16 ára og hvenær kaupið þið? 97? Nei, 95. Já, 95. Og þú ert þá, og ef ég má spyrja, hvað varstu gamall þá? Ég er sannlega 20 eða eitthvað. Nú, ok. Sannlega verið búin að ná því, eða 19 ára. Í svona allan á ungur aldri? Já, getur rosa gamall. Svona eins og við myndum segja í dag, eins og ég upplifi svona með mín, ég getum ekki kallað þetta fordóma, en ég horfi á einstaklingar sem eru hana 18, 19, 20 ára og ég hugsa, þetta eru agalega börn. Já, ég held að það hafi verið aðeins öðruvísi á þessum tíma. Já, og sama tíma þegar maður var sjálfur uppnaldri, þá var maður gífurlega fullorðinn. Já, ég var náttúrulega ótrúlega seinþroska, þannig að ég veit ekki hvort að ég hafi litið á mig sem fullorðinn þá. Ég var alveg til í þetta samt. Bara að gera og hafði gaman af. Og hvað var þetta verkefni? Hvað voru lengi í þessu verkefni? Við erum í þessu sennilega 2-3 ári eða eitthvað. En Þórarinn eða Tóti eins og við kallum hann alltaf, hann gefst nú upp á þessu mjög fljótlega. Man ekki alveg hvernig þetta var, Þetta
held að þetta gaf nú ekki þann pening sem hann kannski sá fyrir sér að þetta gæti gert sko. Og svo var þetta að því að það var ekkert hægt að gera þannig á sumrin. Já. Óuppbyttað húsnæði og mölin og allt frosið og veturnar og þetta var náttúrulega bara sumavinna. Já, og þannig eins og ég skil þetta þá voru þið bara steipahellur. Já, steipahellur og kantsteina og einhverja svona einhverja steina. Og voru þið að selja þetta bara hérna innan á fjórðungs eða var það all land? Eða? Nei, bara á Austurlandi. Já, og var alveg næg eftirspurn eftir þessu? Eða? Já. Þetta var bara full afkvöst bara eins og var hægt held ég og það var ekki eins og þetta bunkaðist eitthvað upp sko. Og þetta og þið voru í þessu 3 ár segiru Já, það svo kemur nefnilega sko, ég man það að þegar kemur haust 1997 að þá var ég ekki alveg hvað ég ætti að gera og þá að því ég var nú svo mikill bílamaður að þá var voðalega mikið að hugsa hvort það væri hægt að bóna bíla að þá verður þetta fyrirtæki Bone og Púst til sölu. Já, nefnilega ég kynnast þér þar þegar ég kem austur og ég skal viðkynna nafnið Bone og Púst þetta sló mig pínu út á laginu þannig að hvernig var það? Þið voruð í pústveikirðum og hvað þá bóna? Þrýfa bíla og bóna. Ég veit ekki stofnandinn, ég veit ekki af hverju þessi samsetning var til en... Já, þú kaupir semast vörumerki Bone og Púst. Já, ég býða ekki til. Hlynur Bragason átti það þá. Hún var ábyggilega búin að eiga það bara í 1 eða 2 ára. Nú, og hann ekki stofnandi? Nei, það Willi Mókallaður held ég sé örugglega stofnandi. Já, við þurfum kannski að tala við Hlynur til að kanna hvort hann muni forsöguna. Já, en þá var hann að reyna að gera þetta með skólaekstri eða eitthvað. Já, aðeins að brúa bilið og... Já, en einhvern veginn var þetta samt til sölu. Já, en þú tekur við þessu hvað 97? Já, nóvember 97 held ég sé að taka við þessu. Ok, og hvernig, þá er ég kannski svolítið forðin að vita, hvernig var þá, í fyrsta lagi, þetta væntanlega eina fyrirtæki sem var að bjóða upp á bílaþrif, eða hvað? Já, algjörlega. Þetta náttúrulega þekktist eiginlega ekki þá, að einhver væri verið að borga fyrir það. Og þið væri vel á undan ykkar tíma? Ég meina þetta þekktist náttúrulega annar staðar á landinu en það var verið að reyna að reka þetta á stað og var greinilega búið að koma þessu svolítið af stað því að það voru viðskiptavinir sem að voru að koma reglulega og upp úr því frá því sem ég byrja þá var svolítið algengt að taka nýja bíla og þrífa af þeim eitthvað svona vaks eða eitthvað svona flutningsvaks og alls konar eitthvað annað. En svo voru bara einstaklingar og fyrirtæki að koma með bíla og láta þrífa. En ég var náttúrulega bara einn, Þú varst bara einn. Já, þegar ég kynnist þið þá varst með slatta starfsfólki þannig. Já, svo fór það nú að þess að vaksa. Já, og þetta var þá, og svo varstu þá líka með pústviðgerði væntanlega. Já. Og náttúrulega það hefur nú væntanlega verið þörf fyrir því á svæðinu. Já. Það var það alveg og svo sá ég það var náttúrulega verið að reyna að mixa pústurör í einhverja bíla sérstaklega það var búið að breyta þeim pössuðu náttúrulega ekki orginal pústurörin og svo vildum við sverari pústurör Jú, fá 2 tónuna og ég leitaði og endaði með því ég fann púst beigju vél það náttúrulega gjörbreytti öllu saman þá var þetta þá gæti maður að fara að smíða pústurör ég man nú ekki hvenar ég finn þessa vél Nei, skiptir kannski ekki alveg öllu máli það sérst verið búin að vera í þessu í 2 ára eða eitthvað þegar ég finn hana Já, en náttúrulega eins og ég var kannski aðeins byrjar að fara inn á þetta áðan en náttúrulega þið sátu einurunni að pottunum með þrifin Já, þetta var nú ekki stór pottur Nei, en með pústökju það hefur náttúrulega alltaf verið einhver saga það hafi verið þó nokkuð svona verkstæði eða svo hér á svæðinu á Austurlandi Egilsstöðum ef þú horfir í dag bara með að hvernig landslagi þú veist í þessum púst og þrifum hefur þetta eitthvað breyst síðan að þú varst í þessu eða? Já, það er náttúrulega eftir að ég hætti kemur óttalegt gat í þessa þjónustu
af því að þeir sem að tóku við að mér, þeir hverfa braut bara eftir 1 ár eða eitthvað. Jú. Réðu ekki alveg við verkefnið eða. Nei, þannig að og það búið að vera hraðþjónusta á bílum eða þrifin, það allir bílar skítugir, þannig séð. En það einhverjir, að reyna að kroppa í þetta, en þetta ekki neinum stærðarskala eins og var hjá mér. Sko. Nei, það nú hann, það ekki ungu drengur sem núna með þrifaþjónustu Egilsstaða bón heitir það í Marja. Já, í Fellabæ. Já. Jú, en það náttúrulega bara, ég held að hann sé meira að taka bíla alveg í gegn og setja einhverja svaka fína húð á og bara snýta þeim almennilega. Nær náttúrulega ekkert neinum massa af bílum, sko. Þess að ekki einhverjum fjölda, meina ég. Nei. Það var samt, ég skal samt viðurkenna sem sko bara íbúi í þessu byggðarlagi að ég brosi og fagna þegar sé svona þjónust í boði þráttur að Bón og Pús sé ekki lengur eins og var. En svo hefur bílalega Akureyrar eitthvað reynt að hlaupa í þetta skarð og svona því að eftirspurnin dálítið mikil eða var. Já. Og ég held að hún hafi ekkert mín. Nei. En svo þrifaþjónustur einhverjar á Reyðarfirði. Já, ég hef heyrt af því, ég bara fjarðarmenn kannski ágætlega settir. Nákvæmlega. Og Egilsstaða bón nær náttúrulega einhverju, sko. Já. En segð mér það annað, Bón og Pús, sko, ég náttúrulega ljóstur upp að þú varst ennþá í þessu, tekur við þessu 97. Já, og svo veist ég náttúrulega ekkert hvað myndi gerast þegar kæmi sumar og þá ég bæði með Bón og Púst og hellusteipu og ég vissi náttúrulega ekki hvernig ég ætlaði að tækla það. En þá kemur Mansi okkar heitinn Karl Jakobsson og kaupir hann mér hellsteipuna bjarga mér út úr þessum vandræðum þannig að ég slapp það sumarið fyrir að vera með 2 fyrirtæki og gæti náttúrulega enga veginn einhvern veginn sýnt báðum það náttúrulega gjörsamlega sýnt hvorum staðnum og Þannig að þetta mjög áhugavert. En hvað ertu lengi með Bón og Púst í þinni umsjá? Sko, Bón og Púst rauninni, ég hætti með hana cirka 2017, 18. Já, nú frekar. Ég kem sjálfur í austu 2014, þá ert þú enn með það, veit ég. Já, svona 2017 sem að ég loka verkstæðinu. Bón og Púst var náttúrulega orðið eiginlega bara það var verið að umfylgja dekk og smyrja bíla og gera við bíla og bara orðið bílaverkstæði eða bílaþjónusta skulum við segja. Já, skulum segja það frekar. En á öllu þessu tíma með þetta, þá ferðu út í fleiri verkefni. Já, sko, þegar ég byrja með Bón og Púst þá þetta náttúrulega svo lítið og það rosalega lítið að vera á svæðinu. Þannig að maður fór að líta svolítið út fyrir þetta Bón og Púst. Þannig að ég fór að filma bíla voðalega fljótlega. Svo og það var merkilegt, sko, ég náði að verða það að færi því, sko, ég fekk að filma nýja bíla. Já, að tala gluggafilmur? Já, bara sólarfilmur í bíla. Ég fekk það bara splungu nýja og reyðu alla í tælur og filmaði það og skrúaði það saman aftur. Var það þá einstaklingar sem voru búin að kaupa þessu bíla? Já, þá voru umboðin, sko, þá eru greinilega fluttir inn á þess að vera með litagler eða hvort það var bara ekkert í boði, en þetta var svolítið inn þá að fá litagler. Og þess vegna fekk maður svolítið að vinna í þessu. En þetta var rosa erfitt að byrja þessu. Þetta voru margir fermetrar af filmum sem var búið að fara í ruslið. Ég skal alveg trúa því. Þetta ekki alveg, og ef einhverjir hafa viljað að taka við þessu og þá hef ég sagt þeim bara nei, það bara ekki reyna þetta. Það enginn í þessu í dag, hjá okkur.
Nei, ég í þessu ennþá. Já, þú ert í þessu ennþá. Þú náttúrulega með ánga í þínu fyrirtæki í dag sem... Já, menn hafa aðeins vel, ég allavega get ekkit vísa á neitt annan. Nei, það hérna. En ok, þannig að þú byrjar og eigur þá vöruval hjá Bónupúst svona jafnt og þétt. Já, svo var sölumaður að sunnan sem leitaði til mín og hann var að leita aðalega til þess að bóna gólf. Já. Ég byrjaði mjög snemma í því líka. Og hvað var það þá bara fyrir önnur fyrirtæki? Já, það var stofnanir og fyrirtæki sem maður þurfti að bóna gólf. Og já, ég keypti vélar og dót í það og byrjaði einhvern veginn svolítið í því. Það var maður svo ungur og kraftmikið, maður gæti unnið allan svona, þetta náttúrulega svolítið unnið helgar og nóttunni og allavega. Jú. En maður fór inn á spítala eða eitthvað og þá var maður í þessu nóttunni og allavega. Og sko, þegar þú ferð og skólarnir og... Já, þetta semst þegar skólarnir mæntilega einhverja ríkistofnanir eða hvað? Já. Ég veit að í dag að þú ert náttúrulega ennþá með bónusu, það ekki? Jú. Og hérna sem Já, og svo upp úr þessum bónæfingum og þá fóru aðilar að leita til mín með að taka við þrifum, þessar daglegum þrifum. Eins og þessar verslanir og... Já. Svo ég látin bjóða í leikskólana. Já, látin bjóða. Mér var boðið að bjóða. Og já, það var allt í einn daginn var ég orðin restiaðil í öllum leikskólan á Fljótsdalshéraði. Já, vá. Og var það í nokkur ár og ásamt einhverjum búðum og einhverjum skrifstofuhúsnæðum og ég aðeins í þess að þá. Já, og þetta byrjar alltaf því að sölumar hringir í þau og býðu bónvél. Já, þetta byrjar eiginlega þannig, myndi ég þá lendi ég inn á þennan geira. Já, og nú oft talað það þegar fólk að fara á stað, þú veist, í rekstur eða einhver verkefni, það byrjar á að rekna í Excel eða finna núlpunktinn. Gerðið þú þá einhverju tímapunkti eða bara hljópst á stað? Ég hljóp á stað. Það var, hann taldi mig trúin að ég gæti verið ágætt skaupið við þetta að bóna. Já, auðvitað. Og hann hafði verkefnin, það voru aðeins sem biðu. Já, þetta fylgdi bara með. Já, hann var, já. Og varstu þá einn í þessu eða varstu strax komið einhver mann að forða í þetta? Ég sennilega farin að vera með einhverja með mér fljótlega í þessu, já. Það gerir ekki mikið í þessu einn. Nei, sérstaklega komið fleiri hús en varst að hugsa á þessu þrönga tímaramma. Já. Já, bónleysa og bóna, það mjög erfitt að gera það einn, Já, ég skilji. Og það eins og við tökum kannski bónusbúðina, hún bónuð 2-3 ári og við tökum þetta bara alla búðina á 2 dögum eða eitthvað, 2-3 dögum. Já, þá var bara öllu lausadótinu rúta til sem á gólfinu og það er bara rýnt og svo bara gamla bónin tekið af og nýtt sett á nótunni. Já. Og þið eru ennþá sinna þessu, þú veist þá til dæmis með bónusverslunum. Ég bara sá eini sem hefur fylgt bónusbúðinu alveg frá upphafi. Já, vel gert. Sem bónusbúðin núna. Ég var náttúrulega byrjaður hjá bónus áður en nýja búðin verður til. Gamla búðin, hún staðsett í... Nú var það sem að Sjóvá er í dag til þess að er það ekki svona á lokal lingo og hvað er það ekki nýjuna eða er það kleinan? Ég rugla svo alltaf saman. Það er nýjan. Já, það var 10-11 og það voru einhverjar búðir sem ég var búin að vera að skúra fyrir þarna áður en bónus verður til. Já. Ég man ekki, það er 10-11. Þetta hét eitthvað annað áður. Búin að gleyma hvað þetta var. Já, skiptir ekki. Þetta var alltaf verslanir. Já, en er það ekki rétt hjá mér í þessu ágæta húsi sem við talum, var ekki BT þannig á einhverju tíðanbúti líka? Já, það var í kjallaranum. Það var í kjallaranum. Það sem að hérsprendir. Já. Þá var inni að gengur stíi sem er búið að fjarlæga. Nei, það? Já. Það er góð og mikil saga á bak við þennan stiga. Nú? Ég ætla ekki að segja það. Er það ekki þín saga að segja? Nei. En ok, þannig að þú fær þetta, svo veit ég til þess, kannski ég að fara pínlítið fram á sjálfum mér, en náttúrulega þegar við kynnumst inn á sínum tíma, þá segir við mér svona í hálfgerði kappasögu að þú hefur átt og rekið hárgreiðslustofu líka. Er það ekki rétt hjá mér? Já, það var einhver ægileg uppeyja sem að
það var nú alveg óvart. Þá var sko starfsmaður hjá Hárhöllinni sem að leitar til mín því að hún var orðin svo hrædd að þær sem áttu stofuna væri að fara að loka henni og hún sá fram á að hún myndi missa vinnuna. Já, Hárhöllinni, hún var ábyggilega sko til sölu auglýst. Hvort hún spurði mig hvort að ég geti ekki bara keypt hana eða eitthvað. Og ég fer eitthvað að asnast til að skoða þetta. Sjást, hefur hún pressað á mig? Ég man það bara ekki. Nei. En það allavega endaði með því að sko þar voru sko 2 sem að áttu þessa hárgreiðslustofu ábyggilega. Og það var eitthvað styrt, þær höfðu svo ólíka sín á hvernig átt að reka stofuna, þannig að samstarfi var ekki alveg ekki upp að sitt besta þannig. En mér tekst að semja við þær að vinna hjá mér í einhvern ákveðin tíma, 1 ár eða eitthvað. Sem báðum og öllum, náttúrulega, allir eru áfram. Og þá var ég til í að kaupa þetta. Ég hef sérst átt fyrir þessu eitthvað, ég veit það. Þannig að fyrir mér var þetta kannski ekkit þannig stór mál. Nei. Þetta náttúrulega sko, bara ef ég horfi út frá mínum reynsluheimi, iðulega þannig að þeir sem eiga hárgreiðslustofu eða rakarastofu, þetta náttúrulega alltaf eitthvað fagfólk á bakvið sem hafa þetta. Já, þetta var náttúrulega gjörsamlega enga megin á mínu geira. Þetta var náttúrulega fáránleg hugmynd upp á það að gera. Ég sjálfsög, sko, ekki sjálfsög, bara þetta náttúrulega, þetta skýtur sko eitthvað við. Já, en ég var einhvern veginn til í þetta fyrir mér var þetta frekar einfalt, sko, ef einhver voru til í að vinna, það ekki eins og það sé eitthvað mjög flókið í þessu, sko. Og manni fannst alveg kosta að fara í gleymingu, þannig að ég held að það væri alveg hægt að reka þetta. Og ég held að þetta fjárhagslega hafi alveg sloppið, sko. Þó að ég hafi ekki klippt einn einasta haus sjálfur. Bara síðum allt hitt svona... Já, ég held að þær voru... Þetta endaði bara, það voru allir bara prósentum eða eitthvað. Þá er þetta náttúrulega eins mikil áhægt að sjálfu sér, sko. Nei. Og en eins og, hvað endist það lengi? Þetta hárhallarævintýrið? Hárhallarævintýrið, sko... þetta spannaði einhver 5 ár eða eitthvað held ég. Já, það var svo langur tími. Já, það voru náttúrulega eitthvað þreyttar á því hvernig stofan leit út, þannig að ég og Fjóla Orra, frænka mín, sem var að vinna hjá mér, við óðum þann inn og snýrum öllu við og máluðum og breyttum einhverju, sennilega eftir ósk einhverja, en ég náttúrulega tímdi ekki að eiginlega neinu í þetta, þannig að við málning og einhverja breytur í þessu voru langt á döga. Jú, kannski keypti ég einhverja ég man það bara ekki, keypti hann kannski eitthvað, sko. En það var allavega ekki kosta neitt brjálaðislega til, sko. Bara það sem til var. Já. En það var allavega dugði til þess að það er nefnt að vera þarna eitthvað lengur. En svo var eftir, sjálfsagt 4-5 ár, þá langaði mig eitthvað að fara að breyta til meira og þá var ég farin að horfa, það munið engi ég hefði flutt stofunum niður í bæ. Nú, sko, gott að kemur inn á þetta. Það sem að tölvulistin er. Já. Ég var búin að finna húsnæði og var að semja við aðilann að leigja þar og við erum bara að fara á stað með þetta, en þá kemur upp umræða hjá einhverjum að einhver sem að vil sko taka við rekstrinum. Já. Og ég er eiginlega bara búin að selja þetta einhverjum aðila, en þá náttúrulega fer allt upp í loft, því að þá voru ekki allar tilbúnar að vinna hjá þeim aðila og jari og eitthvað og þá bara þannig að sko þá einhvern veginn svona það tók svolítið steinin úr þá svona einhvern veginn eiginlega netti í sig lengur skiljanlega, en sko það er tvennt sér að hugsa svo talaðum að þú varst næstu búin að flytja hana niður í hana fyrir neðan kauffélags hæðina eins og ég kalla hana sem ber annan nafn sem ég man ekki hvað sem ég lærði daginn Hugvangur Hugvangur hérna er en hvort það var naglabúðin einmari já
Naglabúðin var þannig í gamla daga, þarna var byggingaverðverslun kaupfélagsins. Jú. En hérna, hvar var Hárhóllinn staðsett? Hún, þú veist Rauðakrosshúsið. Já. Hárhóllinn var á neðri hæðinni. Já. Þú keyrðir á planið neðan svo. Lappar það sem að fötin eru í Rauðakrossunum. Já, í dag, já. Þetta bara saman. Já, það er bara akkurat það rými. Þar var bara í þeim hluta. Já, ok. Bara við hliðina á Valaskjálf sem ég hef nú alltaf uppláð þannig að rauninni sko miðpunktur Egilsstað hafi verið svona á þessu svæði kringum Valaskjálf og grunnskólan og allt þetta svona allana þó það sé ekki kannski sendirið í þorpinu en það líf margra snýst rosalega mikið um punkt. Já, en mér finnst það hafa breyst svolítið mikið. Þetta er svolítið að fara frá þessum. Já. En ég held að það myndi náttúrulega allir fara í Rauðakrosshúsið hvar sem hún væri sko. Ég held það, eftir eins og það er biður þar þegar er opnað sko. Já, fullt af kostagripum já. En þetta er eins og hann að þú ert í þessu svona einhver 5 ár með Hárhóllina já, mér finnst það svona segið það bara svona plus mínus breytir ekki öllu en svo náttúrulega man ég til þess að þú varst byrjar í merkingum líka hann áður og losaði bónupústa. Er það eitthvað vitleysi hjá mér? Sko, þetta leitin að öðrum verkefnum þannig kringum aldamótin. Já. Það var aðili hérna Níels Hermannsson ætlaði ekki Níels Hermannsson, Hermann Níelsson og man ég ekki hvor og hvað, það eru feðgar. Níels, hann var með skiltagerð og ég var búinn að bjóða honum að því ég var svolítið spenntur fyrir þessu að líma á fyrir hann bíla eða gera eitthvað kannski hvort það væri hægt að gera eitthvað samstarf því ég sá að hann var ekki með neitt húsnæði til þess og það var einhvern veginn aldrei neitt úr þessu en svo ákveður hann að selja og hann var nú ábyggilega með einhverja málningavöruverslun líka og hreinsivörur ábyggilega bara á Besta eða eitthvað var ekki Guðmundsson á Besta síðan ég keypti þetta allt saman en sá það ekki alveg ganga en ég kaupi af hann þessa skiltagerð skiltagerð þessar frumstæðu vélar sem voru þá og fór eitthvað að reyna að byrja kunnandi náttúrulega ekki nokkuð skapaðan hlutaðil á tölvur eða nokkuð í þessu þannig að ég byrjaði að taka þetta bara með heim og fór eitthvað að æfa mig og svo fór ég nú að ná að gera einhverja merki og náði ágætist tökum á þessu þannig í dag eftir hún ansi lungin já þetta er nú líka orðið bara að spanna langan tíma skurðaplottinni þá var náttúrulega bara 60 cm breitt og svo var ég búinn að ná einhverju tökum á honum og á einhverjum tímapunkti að þá svona 2005 þá þurfti ég að gera fyrir mig sko þá var þetta orðið svo lítil og ekki merkileg græja í þessum geira að annarkvort yrði ég eiginlega bara hætta þessu eða taka næsta skref upp á við og þá kaupi ég nýjan prentara og nýjan svona skurðarplottir sem var dálítil fjárfesting og þá var allt orðið í 120 cm bæði prentarinn og skurðarplottirinn og þá kann maður fara að gera eitthvað að viti. Og hvernig var það? Þegar þú tekur við þessu verkefni eða byrja þetta náttúrulega nú er maður alltaf að horfa það hvernig svona verkefni geta gefið tekjur Já, af því ég var náttúrulega búin að vissi aðeins að þetta var svolítið vaxandi og þá sá ég fyrir mér að ég ætti að geta gert þetta og ég átti nú ekkert fyrir þessu græjum, ég fekk ábyggilega lán fyrir þeim að hluta. Búið að semja kaupverð og brun í bankan. Já, greinilega hef ég verið með eitthvað lánstýrt í bankanu þá. Hvort ég hef átt fyrir því ekki tímt að eyða peningunum. Og allavega finnst mér rámar ég hafi fengið lán fyrir einhverja, af því að þetta voru einhverja milljónir. Já.
Það vill ansi oft verða í þessu lífi, þannig að við þekkjum það báðir. Já. En mér fannst þetta spennandi, sko. Og hérna, ég sé, en þá bara þannig áttum að sko, þegar þú tekur við, áður en þú stækka við, voru það einhver reglumyndu verkefni eða var það einhverju skilti? Ég bara fann það að þetta var vaxandi grein, sko. Já. Tækifærin voru við og ef ég ætlaði bara ekki að missa af listinni þegar þá fannst mér ég að taka þetta skref til að geta sinnt þessum verkefnum í þessum geira sem að voru komandi. Já, vegna þess að sko í dag, ef við horfum bara á skiltagerðina svo sem í dag, þú spannar rosalega mörg svið, þú hefur til dæmis fyrir mig merkt fatnað, þú hefur búið til útiskilti og alls konar í gegnum mín störf. Varstu með allt þetta í upphafi eða bara byrja þetta bara að þú varst bara... Upphaflega þetta bara að skera út vínilefni og líma það á eitthvað eða bíla. Já. Nei, svo kemur náttúrulega prentarinn og þá gæti maður prentað á skilti þá kom náttúrulega fleiri litamöguleikar eða myndir, skiptir náttúrulega lengum máli hvað maður setur í prentaran. Nei, bara einhvers konar grafík. Já. En svo áttaði maður sig á því að maður var eiginlega með nánast allar græðina sem þurfti til þess að gera merki á föt. Það þurfti í rauninni bara fatapressu, eða hitapressu. Já. Þannig að það var svolítið svona greið leið í það. Og það bætist við bara einhvern tímann á þessu. En til að vekja athygli þá á þessari nýju þjónustu, varst þú að fara kannski beint í fyrirtækin eða tala, þú veist, nú dettur í hug að helsta nefna eins og Þröst, hérna, sem var þá náttúrulega með sitt verktakafyrirtæki? Já, sko, ég held að þetta hafi bara spurst út, sko. Já, svo bara verkefni komið. Já. Vel gert. Ég held að ég man ekki eftir að ég hafi auglýst þetta. Já. Ekki þegar ég var að koma þessu á stað, sko. Og þetta er náttúrulega allt á sama tíma og ert í Bón og Púst líka. Já. Þetta var bara svona hliðar. Þetta var bara til þess að reyna að auka eitthvað og hafa eitthvað fyrir jafnvel einhverja fleiri að gera. Já, svona á þessu rólegum mánuð. En þegar að þessar nýju græjur eru komnar já, allavega einhvern tímann nægi Fjólu orra til mín en kannski var ég búin að vera með vélarnar í einhvern tíma áður, ég man það ekki. Já. En skiltagerðin vex ekkert almennilega fyrir en eða verkefni í þessum geira fyrir en ég stofna topphluti. Býtu, þetta er eitthvað sem ég hef ekki heyrt. Topphlutir? Topphlutir, það er það er stofnað þegar að kreppan skellur á. Það var opnað bara í desember 2008 þegar að allir voru ennþá í sjokki. Og hvað gerði topphlutir? Topphlutir, það var endur sala á notuðum húsgögnum eða bara hverju sem var sem að fólk gat svona, ég sjálfu sér sko til við draugum þetta samtíma bara ekkert ósveipað hugtak og efnisveitan fyrir sunnan eða? Já. Og Rauði krossinn eða? Já, það. En það var ég náttúrulega topphlutir, það er náttúrulega sko góðu hlutindi sem sem voru þess virði að fólk var kannski ekki að gefa það í Rauði krossin. En Rauður krossin var náttúrulega ekki eins og hann í dag á þeim tíma. En ég skal viðkynna þegar þú sagði topphluti það hugum minn fór beint í sko einhver verkfæri og svona eitthvað bílatengt. Þetta er ekki topptúl. Nei, alls ekki. Þannig að ég ok, og hvað býttu, og varstu með það í sama húsnæði og Bón og Púst? Nei, þar sko málið er að húsasmiðan er búin að flytja og gamla húsasmiðan, það sem að vaskur var, sem að brann. Já. Þar stóðu 300 fermetrar galtómir og það var náttúrulega þegar kreppan eða þessi bankakrísa og það var allir í sjokki og það var sást ekki fram á að það væri að fara að gerast neitt að viti alveg á næstunni að þá bauðst ég til þess að eða spurði hvort ég geti fengið leigt þarna fyrir lítið fé og það var samþykkt
með því skilur að ég sættist á það að það væri bara mánuð til mánaðar og það mætti bara henda mér út bara mánaðar, sem sagt með mánaðar fyrirvara. Með stuttum fyrirvara þá væntanlega. Því að húseigandinn eða svo sem að satt fastur með leiguna, sem var húsasmiðan sjálf, þeir voru ennþá að leigja þó að þeir væri farnir út, leigusamningur var ekki liðin. Og þetta var náttúrulega það, maður sá það náttúrulega að það var engin að fara í rauninni þarna inn á þessum tíma, það var allt dáið, sko. En hvernig er það? Varstu þá með þessar toppluti? Já, þá bara opnum við þarna að mér minnir, bara í desember 2008 galtónt hús og við auglýstum bara að við getum buðumst til þess að selja nothæfa hluti fyrir fólk. Já, þannig þetta var bara umboðsala. Og þetta var náttúrulega alveg skelfilegt þegar við byrjuðum því að þetta var náttúrulega dótið sem við vorum með þegar það opnaði, það var náttúrulega bara krækibur í helvíti því að það var svo lítið í stóra salnum. En einhvern megin þrjóskuðustuðinu áfram, ég hélt að þetta yrði bara verkefni í einhverja mánuði, bara eitthvað stuttan tíma. En þetta rákum við þannig í einhver ár, sko. Nú er það? Já, og þessi 300 fermetrar voru alveg snappfullir og dótið eftir einhver tíma. Þetta sem ég skal viðkynna, mér finnst það snjallt. Var þetta þá bara svona hugmynd sem kom á einhver síðdegi? Ég veit ekki af hverju ég var svona spenntur fyrir það. Ég hef alltaf verið svona svolítið fyrir að nýta hlutina, sko. Já. Og þetta hefur sérst einhvern veginn blundað í mér og þarna sennilega sá ég tækifæri til þess að gera þetta með litla áhættu. Já, við farum með borga lítið í leigu. Já. En svo þegar þetta fór að rúlla þá náttúrulega var samið svo bara áfram með leiguna, hún náttúrulega hækkaði alltaf og hækkaði. Jú. En þetta svona slapp, sko. Já. Þetta, en svo fór ég einhvern tímann að skoða þetta eftir á það við náðum að selja, sko, notaða hluti fyrir cirka 30 milljónir á ári. Vá. Þegar á topp ári, sko. Já. Og þá væntanlega hafið þið tekið bara einhverja þóknun fyrir hverja sölu. Já. Og hérna þetta er nú svakalega tölu. En það hefur, það kannski gerði þannig á verkum að þetta var nú næstum því hægt rekstrarlega séð. Jú. En þarna setti ég inn skiltagerðina. Já. Og þá varð hún svo sýnileg. Já, auðvitað. Inn á þennan stað kom margt fólk. Já. Mikið fjör. Mikið gaman. Þannig að þá fór skiltagerðin að vaksa verulega. Já. Þannig að það var svolítið sniðugt upp á það að gera. Alveg hiklaust. En náttúrulega svo, ef við spólum aðeins áfram. Í dag náttúrulega fyrirtækið ber það nafnið Bara Snilld. Já, það var nefnilega, sko, ég var náttúrulega farin að fara út í alls konar hluti á Bónupúst. Já. Og fyrirtækið var að vaksa svolítið, þannig að ég var sko bara með SF. Já. Ég breyti sko hellustöpinni BT yfir í Bónupúst SF. Já. Ég fekk ekkert kennitölu með frá hlýn. Og SF, þá maður algjörlega ábyrgur fyrir öllu. Jú, blessa samlagsfélagið. Já, þannig að það var svona svolítil krafa að reyna að komast yfir í EHF-ið. Og þá þurfti maður náttúrulega vandræðast með eitthvað nafn og vitandi það að ég geti nú dottið ýmislegt í huga, þá þurfti ég að hafa nafnið þannig að það væri eiginlega alveg saman hvað mitt í huga að gera. Það væri ekki skýrskotun í nokkuð skapaðan hlut. Og þá var þetta blessaða nafn til. Þannig að ég sitt upp með það þá. Já, þetta er líka bara Snilld. Já, ég veit það ekki hversu mikil snilld það er. Þetta er svona eins og með kollega mína fyrir sunnan, sko, það er svo mikil leyndarmál. Ég hef nú notað þína þjónustu í minni dagvinnu í skiltagerð og annað og ég skal viðkynna þegar ég tilkynnti mínum yfirmönnum og kollegum fyrir sunnan við erum að nota skiltagerðamanna okkar á Egilsstöðum. Já, hvað heitir það? Ég er Bara Snilld. Já, og hvað heitir það? Þannig að, nei, fyrirtæki heitir Bara Snilld. Er það ekki skiltagerð? Blablabla. Þannig kemur nafni til hjá þér. Já, sko, það stofnað 2006 sennilega, en Bónupúst svo bara rekið undir því og Hárhöllin var rekið undir því og Topplutur var rekið undir því. Þetta er allt bara, og núna ég að vandræðast að búa til nafn á
búðina í Fellabænum Já, og af því að bara snild gengur eitthvað voða lítla sem búðanafn það er og svona það átti að koma nýtt nafn þegar ég opnaði Stórasalinn þá var bara nýja nafnið ekki tilbúið Nei, ekki bara að gera og þetta er bara fyrst skipt sem ég lendi í vandræði með að búa til nafn á ég legg til, ég er álæður svona tíma bara hendi könnun Já, það ég er búin komin með Nú gerður það? Já, könnun, ekki beint könnun ég óskaði eftir nöfnum Já Hélt upp á 50 afmæli mitt og til þess að fólk þyrfti ekki að fólk vilja alltaf vera að gefa einhvern aðskotan Já Þá vildi ég fá nafn á búðinni í staðin fyrir einhverja hellit skjafir Já, staðin fyrir blómvendu og rósir Blóm og kransar og gjafir alltakaðar nafn væri vel þegið og ég er búin að fá 100 tillögur sirkabát og er enn að fá tillögur því ég er ekki búin að finna ég er búin að gefa út nafn eða það er ekkert sem er stokkið á þig engin tími til að viðsinnast eitthvað í þessu en fyrst að við erum komin svolítið í nútíman eða daginn í dag þú minnst að þú ert með stóra búð í Fellabæ Já, ég held að hún ég held ég að vera að fá stórt hús en það er náttúrulega allt og lítið það vill oft verða merkilegt fermetrinir eru aldrei nægilega miklir Nei en það er þessi, þannig að í dag þú ert nú náttúrulega með reksturðin í sem við getum bara kallað bakaríshús þess bakari var í Fellabæ Aldrei ætlaði henni að fara í Fellabæ Nei, það er gott verið í Fellabæ Það er allt í lagi að vera í Fellabæ sko. Já, það kom mér á óvart en þetta, ég var búin að segja það alla mína tíð sko, ég væri aldrei á leiðinni þangað og það væri ekki hægt að reka fyrir þetta En þú ert nú að ná að afsanna það sýnist mér Já ég held að það sé búið að afsanna það er hægt En í dag þá þú ert náttúrulega með skiltagerðina þú byrjar innflutning á húsgögnum Já, þegar ég fæ Stórasalinn, já þegar þú fæ Stórasalinn í Fellabæ Já, og svo náttúrulega það er búið að blundi mér svo ægilega lengi Ég er það ekki Já og hérna svo bara rauður stjörn Því að það er eftir að húsgagna verslunin á Rauðafirði hætti eða hún náttúrulega fór með runnu þá er þetta gat búið að vera síðan og að því ég er búin að vera rúmin er ég búin að vera með ég bæti þeim við í toppluta verslunina Já, það er náttúrulega kannski því þá sem ekki vita þá ert það náttúrulega að selja rúm frá Svefn og Heilsu eða ekki og hérna, það kemur í topplutum Þar byrjaði, sko, ég selur fyrst en rúmi 2009 Já, það var náttúrulega orðið svo borðleggjandi að Jú og ég var farin að selja rúm og sófa Já og svo hætti flísabúð niður í bæ þannig ég tók við sko Álfaborgar umboðinu og bæti svo við Þótt Þorgrímssyni og ég er búin að vera með þessi fyrirtæki alla tíð síðan Já, og hvernig er það? Nú fyrir svona hinn almenna mann sem veit ekki, þá náttúrulega fyrsta hugsun reiknaði með bara farin í húsasmiðu og ná sér í byggingverefni en svo ert þú náttúrulega með umboðin fyrir þessar sérverslanir Já mikið af fólki að koma að versla hjá þér hérna flísar fíbótræsbóplötur frá Þóttorn og það var eiginlega merkilegt hvað var hægt að selja þetta sérstaklega sko ég var náttúrulega bara í kompu í einhver ár eftir ég flytt úr Jötun eða sem sagt JG húsinu eins og við kölluðum það JG, já það er náttúrulega bílverkstæði þar. Það er náttúrulega bílverkstæði, já, ég flutti allt saman þangað. Já. En þá það var svolítið leiðinlegt, þá deyr topplutir. Já. Ég hélt að ég gæti verið með toppluti þar líka. En það bara var ekki nógu ekki pláss. Já. Þannig að við skúpuðum út notuðum hlutunum. Svona svæpiðurinn bara það verkefni? Já, það var ég reyndi að selja það nokkru sinnum, það voru einhverjir aðlar prófuð í smá tíma og svo fekk ég þetta alltaf aftur í hausinn og þetta dó drottni sínum einhvern veginn í kjölfarið. Það var verið að reyna að reka þetta í gamla verkstæðinu mínu á Ringás. Það var ekki spennandi. Nei,
það eins og en suðverkefni koma og önnur fara Já. og maður inn og haldi bestu bitina Já. en svo í raun og veru annað sem hefur nú komið fram í þessum þáttum hjá okkur áður. Það var í þættunum hérna sem Sigrún, hérna Steindórs sem með rammagerðina. Hún talaði og myndist á þú spiklagerð líka. Já, það sko þegar ég fer úr stóra húsinu, Jökihúsinu, þá að því ég var með jötunvélar umboð fyrir þá. Já. Sko þegar ég fer í Jökihúsi þá byrjaði mig apivarahluti. Já. Jón Heiðar Frímarsson, hann fekk mig til þess að koma því af stað þar. Og svo verði ég voðablankur og þeir urðu eitthvað hræddir við mig þannig að ég var að fara að skulda þeim eitthvað pínlítið og þeir flúðu mig og fóru og gerðu þetta sjálfur út í bæ annar staðar. Opnuðu sinna verslun eða hvað? Þá tek ég inn jötunvélar því að það var pláss í húsinu. Svo vilja þeir vaksa svo rosalega að ég lét þeim eftir húsið. Já. Þeir gerðu þetta það bara sjálfur. Þannig að þeir tóku við leiguna á húsinu. Já. Og ég fer bara út í kompu við hliðin á bílanu sem var þá beint út í lögreglustöðinni. Já, það sem pínu lítið húsnæði. Það sem apivarahlutir var og í dag Landsþorpi. Já, ég bara akkurat það sem Landsþorpi var. Já. Það var þar í 150 fermetrum og þá tók nú frúin mín við skiltagerðin og ég var með rúmin og þessi umboð. Og þá var frekar rólegt hjá mér sko. Og hvernig fór það í þig? Maður sem vill hafa nóg að gera. Já, ég hafði alveg þannig nóg að gera en gat kannski gert meira. Ég náttúrulega var búin að vera yfirkeyrður áður. Sko, Jú. Þannig að það já, svo ég veit ekki hvort þú manst þér, ég var líka sko skólabílstjóri. Ég var með rútur. Það vissi ég ekki. Það var náttúrulega, þetta gerði ég með verkstæðinu. Verkstæði gekk ekki alveg nógu vel fjárhagslega. Skólaksturinn hjálpaði þess til. Og já, bauð í eina leið út í Hróarstungu, þar ég alin upp. Jú. Þannig ég keyri þar í fleiri ár, en svo var ég alltaf komið með aðra leið, Egilsstaðir, Brúarás. Já. Já, ég var að keyra krakkanum í Brúarásskóla. Já. Og þá ég komin nú með einhverja starfsmenn og sem að gátu, við þurfum alltaf að fara 2 sko. Nú það? Já, ég var með 2 leiðir. Já, við vita skuld, það náttúrulega voru 2 leiðir. Já, þannig að ég skildi þess og það þurfti að keira þær báðar á sama tíma. Það ekki vinsælt að láta börnin bíða. Ég var snemma, hafði svo rosalega mikið áhuga að keyra fólki eitthvað. Ég átti sko 12 manna ekonoline áður en að þetta, þá var ég bara að keyra fólki á böll og eitthvað djöðsrögl sko. Það var bara gaman á lífinu. Þannig að þetta var eitthvað sem ég hafði líka mjög gaman á og mikið áhuga og svo náttúrulega því að maður var með bíluna, þá var maður að keyra fólki hingað og þangað helgar og krakkana náttúrulega í skólan og virkundugum. Var vel gert. Þannig að það var gríðalegt stuð sko. Þannig að þú sko og mest krefjandi og skemmtilegast þegar það var hálf ófært og vant viður. Já, en sko nú þekki maður það náttúrulega, nú hef ég svo sem aldrei starfað sjálf við skólakstur en þekki marga sem starfa við það í dag hér á okkar svæði. Hann Hlynur Bragason hefur talað um það þegar hann byrjaði og hún leist ekkert á ferðina og svona ræddi við skólastjóra eða skólameistara þess tíma. Og sagði þá að nei, veistu, það ekkert rosalega gott viður, ferði, nei, hún mun spillast síður í dag. Þá var það þannig eins og ég skilu söguna með öllum heimsins fyrirvörum sem getur sett að starfsfólk grunnskólans var ekkert að hlusta, neini, bara kottum með krakkarna en í dag í raun og veru þetta var nú eiginlega alveg öfugt. Já, var það öfugt á þessum tíma? Það er það sem ég er að spyrja. Já, sko, ég var alltaf til að fara. Þú varst alltaf til að fara? Já. Það var frekar dregið úr að þú færir? Já, það var frekar einhver annar sem ákvað að það ekki farið. Vel gert.
og þetta er þannig að þú hefur alveg haft yfirdrifið nóg að gera og bara eins og segir sjálfur, það bara það róast heil mikið eftir að fóruð í þessa 150 fermetra. Það var náttúrulega bara logg sko, það var náttúrulega bara búið að vera algjört rugl sko. Ég hefði náttúrulega átt að vera löngu farin í burnout, hefði ég sagt sko. En það segir okkur það allan að þú hefur haft gaman að þessu, ekki þegar ég ætla að fara að skilgreina hvað burnout eða kulnun þýðir, en svona ég hef allan horft að þannig, svo lengi sem ég hef gaman að mínum verkefnum, þá er þetta ekki leiðilegt. Nei. Og maður er tilbúin að streyta og gera alls konar áfram. Já. En við vorum byrjað að tala um speklagerðina, hérna, hvernig byrjaði það? Já, það er nefnilega, sko, Jón Hávarur kemur til mín og ég hafði ekki nóg að gera, eða þannig, það var rólegt, og spyr hvort að ég væri til í að taka við gler- og speklagerðinni sem var nefnir á Breiðholtsvík. Því að hann var búin að hóta á því að hætta helvíti lengi. Og hann var orðinn hræddur hann væri að láta verða því. Og ég sagðist alveg skoða það og ég fór þarna niðurstir og vildi sjá þetta í aksjón og fekk að vera með þarna þegar hann var að vinna eitthvað, skera einhverja spekla fyrir miðás, sem að þeir eru dálítið háðir að fá gler og spekla í sína framleiðslu. Og það allavega verður úr að ég lægt til slagstanda og það var náttúrulega ekkit húsnað að finna reyndar, en ég fann Gústa Boga, hann var í dálítið stóru húsnaði og þar var inn í trésmiðjunni, Sálögu, og þar var mikið að dóti og ég sagði við hann ég þyrfti þarna svona 80 fermetra og þar var náttúrulega engir 80 fermetra lausir en við ákveðum að finna þá og við tókum til þarna færðum út bara dót, það var fullt af bílum eitthvað dótið þarna, þannig að við rýmdum til fyrir þessu og þar er ég enn. Og þar ertu enn. Er þetta þá fyrsta skrefið og færið í Fellabæ þegar þú tekur speklagerðinni? Já, það reyndar, en það skiptir náttúrulega engum máli hvar það var, af því að það var bara, þetta var bara vinslustöð. Það var engin viðskiptavinnar að fara þarna til að sækja sér spekla eða nokkuð skapa hlut. Þarna var bara, þetta var bara spurningum að framleiða eitthvað í einhverja pantanir. Já, ég skilji. Það var stóð jafnvel til að ég myndi færa þetta bara Reyðarfjörð, en af því að það var meira húsnæði þar, en ég hefði þá þurft að vera með einhvern þar. Já, þetta skuld. Var svo með aðalega í huga, en þá hefði ég bara verið alveg háður þeim aðalega. Já, aðeins. En ef ég horfið svona kannski, þú ert búin að nefna alveg sko aðra gróf verkum sem hafa komið svona úr óvæntustu átt. Ef ég spyrði hérna, ef þú horfið tilbaka, hvað er eiginlega, hvað hefur þú lært af öllum þessum mismunandi verkefnum? Það bara ægilega margt. Það er sko, þetta er náttúrulega svo gjör ólíkt. Að þetta er bara, hvað hefur maður lært? Maður lært bara svo ótrúlega margt. Eitthvað svona sem poppar upp í höfðinu svona? Sko, eitthvað sem að þá sameiginlegt yfir bara eitthvað sem, bara eins og ég, sem ég er að hugsa sko, hefur þú lært eitthvað persónulega? Þú veist, þjónusta fólk eða? Nei, sko ég veit ekki hvað ég kunni bara að nefna eitthvað. Það er kannski mottóið hefur kannski aðalega verið að ráða svona nokkurn veginn við það sem maður er að gera. Þannig að það sé ekki allt og löng bið eða það er eins og með skiltagerðina. Ég man ekki eftir því að hún hafi verið auglýst neitt sérstaklega, en það spyrst út að þú kannski ráði nokkurn veginn við það sem þú ætlar að gera, en því miður hef ég mist einhverja frá mér því að einhver hafa þurft að bíða lengi. Jú. En
En það var ekki út af því ég var með grimmar auglýsingar einhverjar og var ekki að ráða við það þess vegna. Og það eins með þessa spegla og gerð sko að við förum kannski að láta vita af henni núna því við erum farnir að ráða þannig vel við það að við gætum bætti einhverju við sko. Já. Þið hafið engungu verið að þjónusta Miðás eða Brúnás? Nei, þetta náttúrulega hefur spurt svo mikið út og þetta verið að, svo líka verið að við erum dálítið mikið að gera fyrir álverið. Já. Gler í farartæki og einhver gler í álveri það eyðilegst á ákveðnum tíma. Jú. Maður býr bara til sömu glerin aftur og aftur. Það hættir að sjást í gegnum gler. Það er verra, við höfum sjá hvernig að fara. Já. Þetta eins og en fyrst við erum svona á þessum nótum hérna ef við svona horfum á hvað furðulegasta verkefni sem er lent í fangina þér? Já, sko það náttúrulega svolítið sérstakt að vera í þessum gler og speglum. Þetta eitthvað sem maður hélt að það var svolítið framandi sko. Já, það ekki. Maður náttúrulega kunni ekki eins og að gera gler sko eða hvað þá nokkuð í þessu. Skiltagerðin líka þetta náttúrulega að því ég svo lítill tölvumaður að það náttúrulega alveg furðulegt að ég skuli vera í þessu það voru margir svolítið líka hlæjaði þegar ég var að bjóða upp á að setja græjur í bíla og þetta var kannski ekki alveg ég hafði náttúrulega ekkert vita á þessu og það svo ótal margt ég náttúrulega hef ekki klippti náttúrulega engan haus Nei. en furðulegast ef þú ert að spyrja því ég veit það ekki Þetta svona ég sé fram á það að þú verður að gefa út æviminningar svona það mjög margt furðulegt sem ég lendi í Þú veist bara að koma með efni í góða bók æviminningar fyrri partur Já, það búið að glíma við alls konar En það þessi en náttúrulega svona áðurum fyrir að ljúka sig hjá okkur ef við horfum bara á daginn í dag og komandi daga ef ég má spyrja hvernig líta daginn út hjá þér nú næstu missirinn nú náttúrulega að koma ákveðin törn allan að veit ég í merkingunni hjá þér Jú, það nú maður alveg að fara að missa tökin á því sko og má ég alls ekkert verið að vera hér Nei en já, það bara að reyna að reka þessa búð eitthvað áfram og reyna að standa við það sem maður búin að lofa og það það bara nóg að gera Það nóg að gera, við kvörtum ekki við því Nei Nei og leiðinlegt hvað búðin var allt í einu allt og lítil strax sko það voru greinlega ekki nógu margir fermetrar þó með fundist margir þegar ég byrjaði Það minkalagar næst Já, þetta, já En þá bara það lokaspurningin Bubbi Hvað það sem rauninni kveikir mest í þér ef orðið þannig í vinnu þessa dagana? Það bara að glíma við eitthvað sem maður hefur ekkert vita á sko Það rétt Það ótal margt sem ég langar að gera en það, ég að reyna að sitja á mér. Hvað koma tímar, koma ráð? Já, það það eru endalaust tækifæri út allt, sko. Það er spurning hvort þið fæði ekki bara til að koma aftur eftir einhver ár og þá fá að vita hvað við breyst síðan frá miðan Já, það nefnilega þessar tilvílanir sem að leiða mann áfram endalaust sko, þannig að ég get enga veginn sagt þér hvað verður eftir 5 ár. Nei, það er náttúrulega ákveðin ánægði því, það ekki? Jú. Að leifa bara hlutum að gerast. Já, það er ekkert, ég er ekkert fyrir að hafa þetta allt of klipt og skorið í, ég get tekið uppeyjur mörgu sinnum á dag. Sko. Það er rétt, það er best. En Bubbi, takk innlega fyrir tímaðinn og takk fyrir að gefa tíma á milli verka þó það hafi engan tíma til að vera. Já, ég veit. En þetta bara gaman. Og gangi vel bara í komandi törn og nýju verkefnum. Já. Við skulum ekki vera rólegir. Reynum það. Við þökkum Bubba kærlega fyrir komuna. Hann hefur augljóslega farið margar leiðir þó við höfum sagt að þetta fyrir ansi marga gesti hjá okkur.
og haft kjarkinn til að prófa eitthvað nýtt þó hann veit ekki kannski alveg hvernig á að gera hlutina. Við þökkum Bubba eða Björgvini kærlega fyrir samtalið, fyrir söguna og sögurnar og fyrir það að gefa sér tíma á milli verka. Ef þú vilt kynna það sem að bara snilld býður upp á, sem eins og þú hefur heyrt í þessu viðtali er ægimargt eða ótrúlega margt, þá mæli ég með að kíkja annarkvort í búðina í Fellabæ á Egilsstöðum eða kíkja á vefinn barasnill.is. Sömuleiðis er hægt að finna þau á Facebook sem sagt og öðrum samfélagsmiðlum. Mjólkurhúsið er unnið í samstarfi við Austrifrétt sem viljum þakka fyrir stuðninginn. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.